Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþættin í dag. Þá ætlum við auðvitað að fjalla ýmislegt að venju. Við tökum þáttinn upp hérna í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri. Jólin koma töluvert við sögu en það bara korter í þau. Við ræðum líka aðeins flóttamenn og þá flóttamenn sem eru að koma hingað til Akureyrar. Við kíkjum inn og hittum tónlistamenn sem verða í Akureyrarkirkju, ræðum jólabækurnar og ýmislegt gerum aðeins árið upp með Finni og Andreu. En við ætlum að byrja á því sem að mér líður eins og ég hafi aldrei sagt áður, það síðasta sjallaballið. Strákar, í alvörunni. Nei, máttu byrja á þessu? Ég má byrja á þessu. Ég ætla að skelli þessu fram fyrir áhörundur. Annan í jólum, það ball sem sagt, í sjallanum. Já, það náttúrulega, þú veist, þetta náttúrulega stór frétt. Já, já. Það búið að koma í ljós að það á að fara að selja sjallan. Já. Breyta í hótel. Breyta í hótel, já. Þannig að alveg splunkunýjar fréttir. Splunkunýjar fréttir. En fjórum fyrst með fréttirnar. Já. Og þannig að, já, við ætlum að halda ball í sjallanum. Já. Og það verður síðasta sjallaballið fyrir, reyndar ekki síðasta, það náttúrulega eitt á gamlárskvöld líka. Já, næst síðasta ballið á þessu ári. Þetta næst síðasta sjallaballið, já. En síðasta sjallaballið fyrir þennan aldurshóp. Já, já. Erum við ekki komið með eitthvað hérna? Ég veit það ekki. Jú, þetta eitthvað Nei, ég veit það ekki. En fyrst við erum með viðtalið, ekki að segja frá páskaballinu sem allir erum. Það síðasta. Það síðasta. Já. En segðu mér og Vestló náttúrulega. Já, og Vestló, já. Og svo kannski pínu haustjám. Já. Þetta nú sagan endalausa. Já. Svolítið. En það nú kannski ekki aðalatrið. Aðalatrið náttúrulega bara að það skralla á annan í jólum. Þetta náttúrulega verið stór dagur í þessu þegar fólk svona kannski að fara að hrista af sér jólasleinnið, eða hvað, þú veist, þetta korter sem þú hefur í að háma í þig mat á aðfangadag, jafna þig á jóladag og fara svo skarla á annan jólum. Já, ég meina það auðvitað bara, það alveg komið tími til að fara eins út þegar komið öðrum jólum. Þannig að þetta búin að klára öll spilin, þú veist. Já, þetta líka skemmtilegur að því að annar jólum ber upp á laugardag, þá tilvalið að fara að tjúta. Og það náttúrulega ekki rosalega margar dagsýningar ársins allavega hér fyrir norðan sem að við erum með eitthvað svona dansiball fyrir þá sem eru aðeins farnar að taka upp gleraugun og lesa. Já. Þetta líka og kannski fyrir þá sem eru að horfa til dæmis á höfuðborgarsvæðinu þá það náttúrulega þannig að þegar eins og út á landi þá svo margir sem koma heim yfir jólin. Já. Sem búa jafnvel víða veröld eða landið þannig að það kannski einmitt þess vegna að þetta hálfgert svona reunion þegar fólk fer aðeins út á lífið í kringum jólahátíðina. Já, fellega gaman að fara út að smádjamma á þessum tíma, sko. Það hittir alla. Já, nákvæmlega. Einhvern veginn. Sem maður búin að gleyma á allt, sko. Já, bara þú til. En reyndar Facebook hefur nú breytt þessu. Jú, mikið. En maður ekkert alltaf í annarlega ástandi þar. Nei, þá ekki hægt að ræða alveg mál. Ekki alltaf. Nei, það líka gott að við erum ennþá í einhverju svona persónulegu tengslum. Ekki bara Já. En þetta þetta þessi aldurshópur, svona hvað, fertugt kannski? En svona 25-30 pluss. Já. Það svona pælingin að reyna, þú veist, þannig verður N3 pluss snorraspila, Móti Sól, Skíta Morall og hljómsveitin Laumufarþegarnir. Já. Og skemmtilegt að segja frá því að Pétur í hljómsveitinni N3 og Laumufarþegarnir. Nei. Jú. Það ótrúlegt. Og svo verður örugglega gestasöngur á Móti Sól. Já. En það var bara eftir að koma í ljós. Og trommúnum hjá Skímó. Já, það verður gógópíó hjá Skímó allan daginn. Allan daginn. Þannig að þú veist, bara þetta sko, þetta svona svolítið, þannig að vera að setja svolítið pælingun í gang. Þetta aldurinn. Já. En þetta, hvernig sjáu þið fyrir ykkur svona stemmingu? Þetta, þú veist, fólk náttúrulega komið á aldur, það óvant í að fara eitthvað svona út fyrir eftir klukkan 9 á kvöldin. Þetta bara dinheim og ball, þú veist, þetta bara sama lið, það ekki? Já, það má segja náttúrulega við gefið aðeins smá tónin í þetta, við höfum verið með Vestló og Páska N3 plötus nú ásamt Hólmar og Þórhalli frá 2009, þessi dinheimaböll, þar sem að við pröfum að hafum bara 30 ára aldurstakmark. Við vorum nú eiginlega frumkvöðlar í því bara á landinu má segja, sko, og þetta mælti svo vel fyrir að þetta svona eitthvað sem að þarf að vera nokkru sinnum ári. Við sko stið 2 og 3. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta kannski svona safe zone þar sem hún hittir ekki bara börn þeirra sem þú þekkir eða jafnvel. Já, nei, það 25 ára aldurstakmark og það þetta svona 90s pakkin. Já. Þú veist. 80s líka. Já, svona pínu. Já, pínu. Já. Það fyrir eftir hvoru aldurskeiðinu þú ert. Já. En af hverju nennið að standa í þessu, strákar? Þetta bara svo gaman.
Við náttúrulega erum bara að spila skemmtileg lög og erum svo bara 3 saman skemmt okkur. Já. Okkur er eiginlega alveg saman fólki þarna út í sal. Nei. Já, þetta bara sem að fá að fara út. Já, þetta er bara... Ég að vinna, elskan. Já. En hvernig leggjast jólin í ykkur? Rosa vel. Það ekki? Jú, þetta er svona að byrja að kikka inn. Já. Seinna en velilega finnst mér eitthvað, ég veit ekki hvað. Ég er alveg samanlega. Er það ekki eitthvað veðurtengt? Ég var sko myndir á frá mánamótum október-nóvember, grænt gras. Já. Er það ekki eitthvað? Ég held að... En það gæti nú ekki verið jólalegra til dæmis hérna á Akureyri núna. Nei. Þetta er æðislegt. Þetta er eins og ég segi, þetta er að kikka inn. Já. Eru þið búin að setja upp tré, eru þið búin að skreyta, er allt klárt? Já. Eru þið panikki fyrir jólin eða er þetta bara... Já, smá. Má ég segja frá því? Já, hvað þú deildu með okkur? Hulda er alveg að gera með brjála. Hún er sko með kona mín, hún er með svona jólabrif, hún þarf alltaf að skipta út myndum á hverju einasta bréfi. Þetta lendir alltaf mér. Jólabréf? Já, þú veist, við förum ekki náða, þetta er bara mikil vinna. Já, Ég get að stoppa bara þar. Ég get að stoppa, alveg er ég komin í jólaskap. Já. En þú? Já. Það er bara allt klárt. Allt klárt? Já. Ekki þessin? Nei. Gerið þið svona tjekklista? Hvað á að gera og skiptið með eitthvað verkum eða gerist þetta bara? Þetta bara gerist eitthvað. Ok, það þýðir að þú gerir voða lítið eða? Já, svolítið. Það bennur samt svolítið mikill jólasveinn. Já. Hann er skreytingaglæður og Já, fyrir allan leið þar, sko. Nú, hvað gerir þið? Það er ég bara skreytur rosa mikið, sko. Þessi maður til dæmis fann upp skreytingaleikinn á Akureyri þegar útastöðu Frostrásin var og hét á sínum tíma. Það var sem sagt skreytingaleikur og keppni, þú manst eftir þessu, og margir örugglega sem mun eftir þessu. Og það voru alveg verðlaun og allt og menn voru að keppast við að skreyta, sko. Það var góður leikur. Það var góður leikur. Þýrandi hérna, nú er að keðna fyrir að ragga, já, þetta er rosa vænt. Já, hann vann alltaf. Nei, hann var ekki rétt. Nei, hann vann nokkuð sinnum. Alls ekki alltaf. Já, ok. Heyrðu, dásamlegt, það er sem sagt sjallinn, annan jólum. Já. Lang síðasta ballið. Já, og nennið að mæta þó að þetta sé, þú veist, kannski eru 5 böll eftir en það er ekkert planað. Þetta er bara á að vera skemmtilegt. Við vitum ekkert um það. Nei. Þetta er ekki auglýsingabrella. Nei, vonandi verða fleiri sjallaböll. Ég nú bara, þú veist, hvað er að gera þetta hús í farið? Það nú er ég farin að grenja. Takk fyrir komuna, sko. Takk fyrir okkur. Og við heldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.